Já, ég var það leikur á móti Silkeborg á morgun. Hvernig svona leggst þetta í þig? Bara rosalega vel. Ótrúlega gott að geta spilað þennan leik hérna á heimavelli á Greifavellinum. Það búið að vera rosaleg sjálfboðsvinna hérna sem búið að fara í gangi hérna í kringum þetta. Það búið að girða stúkuna og það búið að vera hérna alveg endalaust af litlum hlutum sem þurfti að ganga upp fyrir okkur svo getum spilað hérna. Þannig að það bara endalaust að takki til þeirra sem eiga að skilji. En leikurinn sjálfur bara ógeðslega spennandi. Fórum til Danmerkur og sóttum mjög góð úrslit. Það var alltaf markmið að geta gefið þeim leik hérna á heimavelli. Þannig að já, bara rosa spenntur. Þú talar að spila hérna heima á Greifavöllum. Hvað heldur það gefa ykkur? Já, Ólafsdalurinn gaf okkur allan heilan helling en þetta bara auka líka bara fyrir okkar fólk að geta komið bara í bakgarðinn sinn og horft á leik í staðinn fyrir að þurfa að flykkja suður. Það bara þýðir ógeðslega mikið og já, þú veist, við æfum hérna hverjum einasta degi, við þekkjum hérna völlinn og út, þannig að ég held að þetta sé bara til okkar benefit að fá að spila hér heldur en að vera mennileik fyrir sunnan, sko. Hvernig heldur að verða á morgun að leiða liðið þitt uppeldisfélag inn á völli í Evrópu á heimavelli? Ég hef nú gert það nokkur sinnum, en að gera það á heimavelli fyrir framan okkar stuðningsmenn verður bara æðislegt og maður fær alveg bara gæsa við að hugsa þetta. Þetta búið að vera langþráður draumur og loksins erum við komin heim upp á Brekku. Þannig að þetta vonandi bara fyrsti af mörgum heimaleikjum sem að vera haldin hér í komandi framtíð. Hvernig, þú veist, var þessi fyrirleikur? Hvað takið úr honum? Eitthvað sem þið þurfa að gera betur? Já, það alltaf eitthvað sem við getum gert betur. En mér fannst þessi leikur úti bara mjög vel settur upp frá þjálfarateyminu. Við stiltum honum mjög svipað upp og við varum að spila á móti KR. Við erum bara að vera svolítið þægilegir að vera ekki með boltan, leyfa þeim að hafa svolítið svona tilgangslaust possession og þetta mjög gott lið og mjög góðir einstaklingar en ef þú lokar millisvæðunum og hleypir þeim frekar út á kanti eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þá þeir bara í bölvuðu vesinni, þeir vilja finna millisvæðin, þeir vilja fá tíurnar inn í leikinn til að geta snúið og keyra á vörnina. Við bara lokuðum þessu svæðum rosalega vel og þurfum að gera það aftur í næsta leik á morgun. Og við erum að stilla þessum leik mjög svipað upp og útileiknum en við erum með það reynslu mikið lið að ef það kemur eitthvað nýtt upp á og þeir fara í eitthvað nýtt kerfi, þá verðum við bara að dressa innan liðsins þegar leikurinn hefst og við erum með það reynslu mikið lið að við ættum að geta að díla við það hvernig sem að það verður, sko. Þú nefnir hann að leika á móti KR, var gott að fá hann leik í rauninni undirbúningu? Já, eins skrítið alltaf að spila á móti KR, þá í rauninni hjálpaði okkur rosalega mikið og líka að vinna þann leik því að ég held að ef við höfum kannski tapað þeim leik þá hefði kannski allt öðruvísi, þá ertu ekki eins þægilegur að liggja svona lengi tilbaka en kannski munurinn á KR og Silkeborg að þeir fara ekki strax í press á móti, þeir leyfa okkur svolítið að hvíla á boltanum sem mjög þægilegt fyrir okkur og það sérstaklega kannski miðjumenn og varnarmenn að geta farið þá aðeins ofar á völlinn aðeins og fengið aðeins bríðar á milli en ég ger alveg sterklega ráð fyrir því að þess vegna þeir komi bara hérna og hápressa okkur út alla völl á morgun, þannig að maður tilbúinn í allt. Þannig að þið alveg klárið einmitt ef þeir fara að pressa bara nokkuð óvænt kannski? Já, Hatti þekkir hann þjálfara inn og út og hann segir hann sé svolítið íhaldssamur þannig að við erum bara á báðum áttum, við erum búin að funda mikið þetta fram og tilbaka og ef þeir fara að pressa okkur, þá opna svæðin á miðjunni, þá opna svæðið á bakvið og við vitum alveg hvaða leiðir við eigum að taka ef þeir fara og pressa okkur hátt. Það hefur alveg verið nokkuð kaflaskipti á KA í sumar. Þið hafið samt þegar það hefur mest á reynt þá hefur þið náð að finna ykkar bestu frammistöðu. Þekkið uppskriftina í dag, hvernig að gera þetta? Já, við nýtum líka reynsluna sem við fengum fyrir 2 árum í Evrópu. Margir ungir sem voru þá yngri komnir núna með mikla reynslu. Þetta einhvern veginn ekki stærsti leikur hjá Neis í liðinu sem mjög gott fyrir okkur. Við erum með mjög mikla reynslu í liðinu og já, þú veist, þetta verður bara æðislegt í alla staði og ég held að séu allir spenntir. Maður þarf ekki að halda einhverja peppræðu fyrir svona leik. Þetta bara segir sig sjálft í raun. Slær KA hjarta hratt núna? Svo sannarlega. Takk fyrir þetta, Jón.